Ísland fellur 4 sæti á lista yfir samkeppnishæfni þjóða. Hvað veldur því? Til þess að ræða þetta við okkur hér í dag höfum við fengið mjög góða gesti, en það eru þau Katrín Olga Jóhannesdóttir, formaður Viðskiptaráðs, Ágúst Ólafur Ágústsson, þingmaður Samfylkingarinnar, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þingmaður og ritari Sjálfstæðisflokksins og Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur Viðskiptaráðs. Konráð, ég þarf að fá að byrja á þér varðandi þessa niðurstöðu. Við erum í 24. sæti og föllum 4 sæti á milli ára á tíma þar sem að okkur virðist nú samt ganga allt í haginn, það ekki? Hvað skýrir þessa slæmu útkomu? Það ýmislegt, en það sem maður má segja kannski liggja eins og rauður þráður í gegnum það að árið 2017 svona efnahagslega gekk ekki alveg jafn vel og árið 2016 sem var náttúrulega fordæmalaust gott ef maður horfir á hagvöxt og svo framvegis. Það náttúrulega ein ástæðan og svo kannski hitt það sem svolítið gegnum gangandi að svona hátt verðlag, há laun, hátt gengi krónunnar, það svolítið að draga okkur niður, sérstaklega eins og til dæmis í samhengi við laun, þá það ekki alveg í takt við framleiðnina sem hérna. Þannig að kannski þetta svona kannski stóru atriði sem að dregur út úr því sem að færa okkur aðeins niður á listanum. Þetta áhyggjuefni? Já, þetta hlýtur að vera áhyggjuefni. Að vera ekki samkeppnishæf miðað við þau lönd sem við erum að bera okkur við hlýtur að vera það. Og þá má náttúrulega spyrja sig hvað skiptir samkeppnishæfni þjóða máli. Fyrir mér þetta bara eins og að spyrja skiptir menntun máli. Af því að ef við erum ekki samkeppnishæf við til dæmis fjármagn sem vil koma hérna og fjárfesta, þetta tengist því í rauninni að hvernig getum við komið okkur út úr þessum sporum, til dæmis nýsköpun, þá þurfum við fjármagn. Það horft til landsins varðandi þessa þætti þegar menn ákveða til dæmis að fjárfesta á Íslandi. Þannig að svo sannarlega skiptir þetta máli. Og það nú meðal þess sem að stjórnendur virðast hafa áhuga á að ræða og lýsa áhyggjum sínum á vegna þess að hluti niðurstaðanna og hluti þeirra gagna sem aflað eru sjónarmið stjórnenda hér á Íslandi og þeir hafa kvartað yfir nákvæmlega því sem Katrín talar sem aðgengi að fjármagni, til dæmis erlend fjárfesting inn í landið, vaxtastig og svo framvegis. Það eitthvað sem að pólitíkin getur og hefur áhuga og ætti að laga eða eru hlutina bara í fínu lagi og stjórnendur að misskilja hlutina? Nei, ég held að þetta sé mikið ágefnu. Við erum að hrynja mínum mati, við erum að fara niður 4 sæti. Við erum langt fyrir neðan önnur Norðurlönd. Við sjáum að Svíþjóð og Noregur og Danmörk í 7. til 9. sæti. Við erum í 24. sæti. Við erum að sjá skilvirkni hins opinbera, hún að minnka. Skilvirkni atvinnulífsins stendur í stað og eykst pínulítið. En það áhugavert að sjá viðhorf íslenskra stjórnenda til þáttarins hæfni stjórnvalda. Þetta sá þáttur sem skorar hvað lægst. Þannig að við þurfum að einhenda okkur að efla hér samkeppnishæfni því það bein tengsl á milli samkeppnishæfni og lífskjara. Og þetta kallar á frekari innviðuppbyggingu, meira áherslu á menntun, viðbrögð gagnvart þessari lágu framleiðni. Það aldrei skammar að við höfum þessa grísku framleiðni en norræn lífskjör, en það byggist meira og minna á því að við vinnum mikið. Við erum háa atvinnuþátttöku kvenna og eldri borgara. Þannig að við þurfum að fara hér í róttækar breytingar til að efla samkeppnishæfni. Sammála þessu? Svona einhverju leyti, ég held að þetta þetta ágefni en að sama skapi að þá þurfum við alltaf að horfa á vangaveltuna, við þurfum að bæta lífskjör á sama tíma og við viljum auka samkeppnishæfni þjóðarinnar. Og það mjög margt sem við getum gert og erum að gera til þess að skora hærra hvað varðar samkeppnishæfni og lífskjör á sama tíma. Og það má nefna til dæmis hvað nýsköpun mikilvæg og ég held að nýsköpun og þróun sé algjört lykilatriði þegar við erum að skoða samkeppnishæfni þjóðarinnar og hvar við getum bætt í og gert betur. Af því að það kannski svo útflutningsgrein sem við getum bætt okkur hvað mest, hvað varðar hugvit og annað slíkt, en líka að einfalda regluverk og koma með meiri nýsköpun og þróun inn í opinberan rekstur. Innviðir, það alltaf þessi umræða að bæta í innviði og við erum að fjárfesta gríðarlega mikið í innviðum og bæta í, en það heldur ekki nóg. Til að auka samkeppnishæfnina okkar þarf líka að vera góður ríkisrekstur og að samanskapi þá nýsköpun líka algjört lykilatriði að hún komi meira inn í opinberan rekstur svo að opinberi reksturinn verði hagkvæmari og peningurinn nýtist betur hvar sem hann settur. Þannig að þarna held ég að sé gríðarlega mikil tækifæri og ein af þeim nefndum sem ríkisstjórnin að setja á laggirnar þessi nýsköpunarnefnd sem einmitt að fara og aðalverkefni hennar einmitt að finna hvernig hægt að auka nýsköpun og þróun í opinberum rekstri til að einfalda regluverk. En bleiki fíllinn það þetta krónan. Og ég sakna þess svolítið að viðskiptalífið sé ekki að taka meiri þátt í því að í þeirri umræðu hvort krónan sé okkur hendur. Við sjáum að eitt ár krónan of veik, hitt ár hún of sterk og nú raungengi krónan, það hefur aldrei verið sterkt
og við þessar aðstæður hefur gengið alltaf fallið. Þess vegna það mjög sérkennilegt í 5 ára fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar þá gera það ráð fyrir óbreyttu raungengi. Það er alveg gali að gera ráð fyrir því. Því við vitum það leið og gengið fellur, þá fara allar hinar tölurnar á flakk, hvort það er hagvöxtur, einkaneysla, ríkistekjur og kaupmáttur og svo framvegis og utanríkisviðskipti að sjálfsögðu. Þannig þetta er eitthvað sem við þurfum að fjalla Krónan er svo mikill dragbítur á íslenskt atvinnulíf. Við sjáum að gjaldmiðillinn hefur átt mestu sveiflu allra gjaldmiðla í OECD-ríkjunum. Og þetta er alveg óboðlegt fyrir íslenskt atvinnulíf að þurfa að búa við þannig gjaldmiðil sem er bara eins og skopparabólti. Sjáum við það í niðurstöðunum? Við sjáum það allavega því hvað þetta hefur gerst núna þessi styrking á stundum tíma og það er alveg þessar sveiflur eru mjög óheppilegar og þú veist, svo kannski ég held að alveg hægt að segja það að náttúrulega eru bara skipta skoðanir til dæmis innan viðskiptaráðs hvort að krónan sé rétt eða ekki. En allavega sitjum við uppi með hana eins og og þú veist, það er væntanlega ekki að fara að breytast nema að vera veruleg breyting á einum pólitíska litrófi á næstunni. Hugsanlega ekki, þannig að við allavega sitjum uppi með hana. Þannig að ég held að við ætlum allavega að spyrja okkur hvað er það besta sem við getum gert núna til þess að bregðast við þessu og allavega til þess að þetta þróist ekki í eitthvað ástand sem mun óhjákvæmilega leiða til þessum falli mikið. Því að það er kannski ekkert eitthvað, svona með við undirliggjandi þætti er hún kannski ekkert endilega svo rosalega fjarri lagi eins og var kannski fyrir 10 árum síðan, eða rúmlega það. Þannig að það er kannski mikilvægast þá að við stígum svolítið svona varlega til jarðar núna á meðan líka atvinnulífið og bara öll heimilin í landinu og allir eru að aðlagast þessum breytta veruleika. Það skiptir mestu máli allavega svona til skemmri tíma, en svo til lengri tíma þá er náttúrulega á mínum að vera allt undir þegar kemur að því hvað er hagfelldasta form peningastefnu eða gjaldmiðlastefnu. Nú er þetta að koma út skýrsla varðandi svona umgjörð peningastefnunar á Íslandi og ég held að það sé alveg ljóst ef maður skoðar kosti og galla krónunnar að kostirnir séu mun fleiri. Hún er auðvitað bara núna að endurspegla hvernig ástandið er í efnahagslífinu á Íslandi. Og þannig á auðvitað gjaldmiðill að vissuleyti að vera. Ef maður skoðar flökt evru á móti dollar þá er það líka yfir 30% á síðustu 10 árum. Þannig að það er ekkert að segja að allir aðrir gjaldmiðlar séu eitthvað miklu betur en krónan. Það er alls ekki rétt. En krónan hefur auðvitað nýst okkur líka gríðarlega vel. Hún er að nýtast landsmönnum gríðarlega vel í auðvitað auknum kaupmætti og það verður líka að horfa til þess að við þurfum og það sem er mikilvægast fyrir atvinnulífið er auðvitað að halda stöðugleika. Og ég held að við getum séð fram á það, að við getum bætt úr og að krónan sé besta leiðin til þess að halda áfram. En mikil styrking krónunar sama tíma og við erum að sjá mikla launahækkanir og kannski takmarkaða erlenda fjárfestingu inn í landið sem formaður viðskiptaráðs hefur áhyggjur á að missa jafnvel fyrirtæki í landi. Ef ég fer bara, við höfum verið stundum eða gerum reglulega svona könnun meðal okkar félagsmanna, hvað er það sem brennur mest á þeim og að sjálfsögðu er það fjármagnskostnaðurinn eða kostnaðurinn við það við fjármagnið sem er náttúrulega bara ekki sambærilegt og þarna náttúrulega skerðist sjálfkrafa náttúrulega samkeppnishæfni Íslendinga í samkeppni við erlend fyrirtæki. Þetta hefur bæði náttúrulega með náttúrulega gengið að gera og svo hefur þetta náttúrulega líka með það að gera að við erum náttúrulega að sjá að launakostnaður hér eru náttúrulega miklu hærri heldur en annars staðar. Þannig að fyrirtæki sem eru til dæmis í útrás eru að tapa út af því að við erum ekki sambærileg þar. Hefur þú raunverulegar áhyggjur að þessi fyrirtæki geti flutt úr landi? Algjörlega, ég meina þú veist, ég held að það sé bara barnalegt að halda ekki að við sum fyrirtæki sé að horfa þangað og við höfum náttúrulega alltaf talað um þessu stóru fyrirtæki verið þakklátt fyrir að hafa þau en ég held að það sé klárlega hlutur sem spilar þarna inn í. En svo er náttúrulega líka margt annað gott hérna sem er þannig að fólk er hérna og mér finnst líka, mér langar líka svolítið að taka þetta kannski líka frá aðeins gjaldmiðlaumræðina því ég veit hún er mjög heit hérna með þau hérna með sikkvora skoðun en klárlega er það kostnaður. En það er líka þetta samkeppnisumhverfi sem við lifum. Ég er nú orðin svona svolítið þreytt plata að ræða það, ég held ég ræði það í hvert skipti sem ég hitti þig Björn Berg að mér finnst einhvern veginn sko og stofnanaumhverfi að stofnanir eru bara ekki að fylgja alveg með þeirri þróun sem er að verða og þarna vil ég til dæmis sérstaklega tala samkeppniseftirlitið. Einn af faktorunum til dæmis í skýrslunni er það að framleiðnin í íslenskum atvinnurekstri er ekki nógu góð og þá fer maður alltaf að skoða af hverju er hún ekki þar. Það er til dæmis að því, þú veist, það er ekki nógu mikið samþjöppun
Og við erum að horfa fram á, ég meina það er verið að hafna núna samrunum eins og Haga lyfjusamrunanum sem maður hefði haldið að væri mjög lógist að hafa samþykkt. Nú eru 2 stórir samrunar sem liggja á borði Samkeppniseftirlitsins sem ætti að vera til þess að efla íslenskt atvinnulíf eða íslenskt fyrirtæki á kostnað erlendu og maður hefur á vissan alltaf áhyggjur af því að Samkeppniseftirlitið átti sig ekki á því að það orðið landamæralaus, þetta orðin landamæralaus staða. Og mér finnst þetta mjög mikið svona alvarlegt svona bara áhyggjuefni að því að manni finnst náttúrulega ríki og viðskiptalífið eigi að spila saman að þarna sé í rauninni svona kannski stofnana umhverfið orðið drafbítur á þróun út af því öll viljum við hafa fyrirtækin í landinu. En má ég aðeins bæta við bara örlítið krónuna sko. Samtök iðnaðarins kom til fjárlaganefndar í daginn og þeir lýstu því að reka fyrirtæki hér á Íslandi í samkeppni við erlend fyrirtæki svo búi í harmóniku á sveitaballi. Ég get ímyndað með það sé nógu erfitt að vera í business á Íslandi þannig að bætist ekki við að þú þurfir að vera einhver gjaldeyrisspekulant en þú þarft að vera það með krónuna. Og það ekki tilviljun eða heimska að 19 þjóðir í Evrópu hafa kosið evruna. 28 þjóðir hafa kosið að vera í Evrópusambandinu. Þannig að þetta stóra málið. Ef var þetta samkeppnislögin, ég held að þau sé nú ekki vandamál. Það sem hneyksli hér, og ég hef kennt samkeppnisrétt og stúderað þetta nokkuð vel, að hversu mörg íslensk fyrirtæki hafa brotið samkeppnislög. Hæstiréttur Bandaríkjanna hefur kallað samkeppnislög stjórnarskrá atvinnulífsins. Þannig að við getum farið nánast yfir öll þessi stóru fákeppnissvið, nánast öll þau fyrirtæki sem við erum að díla við og þurfum að leita til, hafa með einum öðrum hætti brotið samkeppnislög. Við þurfum að komast upp úr þessu og bara nýlega var MS að fá $0,5 milljarð í sekt í síðustu viku. Þannig að þetta mikið áhyggjuefni. Já, en það náttúrulega ekki alveg útséð með þetta og ég nú ekki alveg sammála að samkeppnislög séu alveg eins og þau eiga að vera varðandi í rauninni sko bara eins og horfir á það sem gerist á kaupin á Eyrinni í Evrópu. Við erum til dæmis með áfrýjunarrétt hjá Samkeppniseftirlitinu sem þekkist hvergi. Af því það í rauninni áfrýjunarnefndin æðra stjórnvald og á í rauninni að vera það sá aðili sem að sker úr þessi mál og bæði MS-málið og til dæmis BICO-málið þau voru þessi fyrirtæki sýknuð. Þannig að það er náttúrulega líka alveg óþolandi þessi réttaróvissa gagnvart þessum málum. Og ég ætla bara að fullyrða það að því ég meina auðvitað voru mörg mál hérna í gamla daga og fleira og þú ert náttúrulega milli MS-máli sem náttúrulega ekki lokið. Ég ætla bara að fullyrða það að íslenskir stjórnendur að vinna mjög vel og eru mjög meðvitaðir um svona sinn þátt í þessu. Ég meina við í Viðskiptaráði höfum lagt áherslu á það núna, við höfum verið að gefa út núna leiðbeiningar fyrir samkeppnis, hvernig þú átt að vinna varðandi samkeppnislögin og fleira slíkt. Og svo það líka sem að mér finnst svona, það ofsalega auðvelt að túlka ýmsa hluti sem eru settir á blað sem brot á samkeppnislögum sem það kannski ekki ef þú ferð að skoða það dýpra. En þetta mjög flókið mál og en kannski bara örlítið þetta að við þurfum auðvitað að sjá að samkeppniseftirlitið þróist með atvinnulífinu og hvernig það breytist og í samkeppni auðvitað hvernig við erum farin að fara meira út á alþjóðlega markað en ég vil líka sem kannski svona annar hliður á peningnum. Ég vil líka sjá samkeppniseftirlitið vera þannig stofnun eins og skatturinn orðin í dag að hann svari í símann og segi hvernig get ég hjálpað þér, hvernig get ég aðstoðað þig, hvernig get ég aðstoðað hérna sprotafyrirtæki til þess að koma sér á fót og hjálpa staðu. Þarna vil maður sjá stjórnvöld og þetta kannski einn liður einmitt í skýrslunum sem við erum að fjalla hér sem svona skilvirkni í opinberu rekstri og hvernig þau mæta svona kröfum bætta þjónustu og einfaldara regluverk. Að stofnun eins og Samkeppniseftirlitið sé með svona þjónustu og sé svolítið að hjálpa fyrirtækjum og kannski gangi út frá því að það sé leiðarstefið eins og skatturinn farin að gera og tollurinn og annað og maður sér gríðarlega vel. En kannski eitt annað varðandi af því að það verið að tala um laun og að launin endurspegli ekki framleiðni sem auðvitað stórt áhugjefni og það ekki hægt að horfa upp á það og kenna síðan krónunum allt. Við þurfum að horfa upp á það að við getum ekki hækkað laun umfram framleiðni eða það sem við getum gert en á sama skapi það auðvitað hægt þar sem framleiðni aukast eins og í sjávarútveginum. Þá sjáum við auðvitað að þar innistæða fyrir því að hækka laun af því að framleiðni aukast og samkeppni sjávarútvegs við aðra sjávarútvegi í heiminum auðvitað við stöndum gríðarlega sterk
Og þá þetta mjög sérstakt að sumir flokkar vilji skattleggja hann í drep og breyta því gríðarlega góða systemi sem við erum með í dag til þess að minnka einmitt samkeppnishæfni sjávarútvegsins og þessara stóru atvinnugreina. Og ég held að það sé líka mikið áhyggjur. Ef við kannski, þú veist, það held að svona umræðu kristalli svolítið að það sem við Íslendingar erum svolítið, við erum alltaf í þessu svona svolítið dægurþrasi og þá komum við best út í mælikvarða sem að ég kýs að kalla þetta reddast, þess að aðlögunarhæfni og svoleiðis. Að ég held að það sem, og ég fell sjálfur í þessa gryfju, við föllum öll í þessa gryfju og ég ekki að segja séum kannski öll föst í henni en ég þekki bara sjálfur að falla í hana. Að það vantar svolítið það að horfa lengra fram í tímann. Jú, við sjáum það að krónan sterk núna, það eru svona, já, þú veist, það kannski ekki alveg samræmi milli launa og framleiðni núna. Ég held að það sem þurfi fyrst og fremst að breyta allir stefnumótun og þangagangi meira til þannig að hugsa næsta ár, jú, það skiptir máli, en það skiptir eiginlega meira máli að við séum undirbúin fyrir næstu 5 eða 10 árin eða 50 árin. Og ég held að það sé kannski, sem svolítið, já, gegnumgangandi í þessu og kann maður segja, kannski afleiðing af því hvað við höfum verið með þetta svona verðbólgubæli hérna, en ég held að sé alveg, þú veist, það alveg 2 hliðar á þessu, bara svona sem bæta þess við varðandi þetta krónan eða ekki krónan, alveg sama hver gjaldmiðlinn eða slíkt svoleiðis, þá verður aldrei neinn töfralausn. En það, þú veist, það hefur kosti og hefur galla og það hvort það myndi ganga upp væri svolítið komið undir okkur sjálfum, af því að það skiptir, þess að hagstjórnin skiptir alltaf mestu máli. Þetta passa svolítið við einmitt, sko, það sem maður heyrir frá stjórnendum í þessari samantekt, það þetta ákall einhvern fyrirsjáanleika. Já. Að það sé afskaplega erfitt að gera einhver plön og að það eitt af því sem dregur okkur niður. Nákvæmlega svo Ágúst segir áðan að það rosalega erfitt að reka fyrirtæki því þú veist ekki hvað gerist. Það út á krónunni, þú veist aldrei hvernig það verður. Eitt erfiðast á markað að spá fyrir þróun gjaldmiðils. Þannig það bara. En ég sammála, það vantar langtíma hugsun og við þurfum að leggja miklu meira slá menntamál til dæmis. Við erum að sjá háskólastigi og framhaldsskólastigi ekki að fá þau fjármuni sem norrænu löndin að setja í. Við erum með að setja mesta fjármuni í grunnskólakerfið, það liggur fyrir, en framhaldsskólarnir og háskólarnir eru eftirbátar hvað þetta varðar. Við þurfum að bregðast þessu svoköldu 4. iðnbyltingu, við erum að gangi í gegnum mikið breytingaskeið, við þurfum að hafa hér umhverfi sem aðlaðandi fyrir frumkvöðla og það sé spennandi að vera hérna og það sé frjálsræði á markað og við erum sammála það þarf að vera frelsi hér. Og sumir fara á hausinn, aðrir ekki, við þurfum að hafa þessa svoköldu skapandi eyðileggingu kapítalismans, við þurfum að gera það. Á sama tíma við þurfum að hafa góða innviði og það menntakerfið númer 1, 2 og 3. Við þurfum að koma aðeins menntakerfi vegna þess að nú erum við að sjá það að menntun í rauninni, eða það að segja fjárhagslegur ávinningur af háskólamenntun að verða minni. Það hlýtur að vera áhyggjuefni varðandi til dæmis samanburði önnur lönd. Fólk á að uppskera eins og sáir og það ekki að gera það varðandi menntun. Og þá spyr maður sig hvort að náttúrulega það spurningin sko þá hvernig að það eitthvað ekki alveg sem passar þá á milli kannski framboðsins og eftirspurnarinnar eftir háskólamenntun. Og við höfum svona svolítið velti upp hvort að þurfi ekki að skoða það nánar og jafnvel bara þannig að háskólinir proaktíft og með kannski atvinnulínuvinnu eða stjórnvöldum séu að leggja áherslu á til dæmis greinar þar sem raunverulega þörf fyrir starfsfólki. Ég ekki að segja að það allir að fara bara núna í að læra gervigreinda þegar við erum að sjá 4. iðnbyltinguna, við munum alveg þurfa að einhverjir læri heimspeki, en kannski, þú veist, við erum að kenna í 4 háskólum erum við að kenna sumar greinarnar, háskólagreinar. Og maður spyr sig hvort að þeim fjármunum sem best varið þannig að það sé svona rosalega áherslu á það, hvort það sé að því að maður sér þessa hröðu þróun. Og ég held að þetta sé alveg, og ég hjartanlega sammála Ágústi og gaman að heyra það því að við þurfum að leggja svo mikla áherslu á að það sé menntakerfið og þora að breyta sér í takt við tímann. Við hefum verið allt of hrædd við að taka skref til framþróunar og að hlusta á atvinnulífið þegar við horfum á menntakerfið. Og ég held að þarna skiptir auðvitað hæfni fyrir að skipta miklu meira máli, en við megum ekki gleyma því, og þetta orðin svona smá eins og gömul tugga, að iðnnámið hefur ekki verið að fá þá lyftistöng sem það virkilega þarf í íslensku atvinnulífi. Og ég held að það sé virkilega komin tími á að það fyrir bæði, og það ekki bara stjórnvöld, það líka atvinnulífi, að við þurfum að gera því mun hærra undir höfði. Við þurfum að gæta þess að hæfni og nýjar kröfur í menntun verða aðeins ofan á, af því að tímandi geta verið að breyta svo afskaplega hratt núna næstu árum, og ég held að þetta sé svona, og þora að skoða fjölbreytni líka í menntakerfinu.
og þar finnst manni stundum svona maður mæta steini þegar maður talar fjölbreytileika í menntakerfinu og svona sjálfræði og gefa skólastjórnendum og þeim sem vilja tækifæri til að skapa en ekki að setja alla skóla í sama form. Það væri gaman að fara að heyra svolítið frá viðskiptaráði varðandi menntun. Það fyrir að koma að því. Já, þetta nú, ég held við ættum bara að ræða menntun, við erum greinilega svo sammála það annað en hina þættina, en ég meina viðskiptaráði hefur náttúrulega sett niður svona 4 framtíðarlinsur og ein linsan mannauðsmál og menntun og við munum leggja áherslu á það í næsta viðskiptaþingi, svo ég opinberi það bara hér og nú, þannig að auðvitað þurfa allir að vinna saman og sjá hvernig málinu að þróa sérstaklega í kjölfar þessara miklu breytinga sem að verða. Ég held svona út af þeim að það séu fleiri að verða sammála allavega og fleiri opnari fyrir því og búin að kannski loksins átta sig á því að við þurfum að taka stærri breytingar hvað varðar menntakerfið okkar. Og ég held að sé ekki okkar hlutur sem stjórnmálamaður að handstýra þessu. Atvinnulífið þarf að koma að þessu og við erum með landbúnaðarkerfi sem allt of mikið okkar fangi og við erum að auka frjálsræði þar. Sjávarútvegurinn alltaf í sínum hefðbundna lobbýisma og nú óttast ég að ferðaþjónustan muni alltaf í æ meiri mæli leita til stjórnvalda vegna einhverja aðgerða. Við eigum ekkert að gera þetta. Við eigum að hafa bara almennar reglur frjálsræða markaði, sterka opinbera innviði og leyfa atvinnulífið svolítið að blómstra. Og lága skatta. Rétt í lokin, við verðum eiginlega að fá að enda á einu sem að það svolítið gaman þegar rýnt í niðurstöðunar varðandi samkeppnishæfnina. Eitt af því sem að Konráði tók sérstaklega eftir, veit ég, þegar þú varst að taka saman, var að það ákveðið misræmi, alltaf förum við í sjónarmið stjórnendurna. Þeir eru rosalega neikvæðir núna miðað við hvernig sjónarhorn þeirra var á Íslands atvinnulíf hér fyrir hrun og árunum fyrir hrun. Þrátt fyrir að efnahagsleg staða landsins sé jafnvel betri í dag. Hvernig getur staðið á þessu? Það stórmerkilegt. Ég held að þetta sé fyrir einhverja sálfræðinga eða atferlisfræðinga eða félagsfræðinga því að þetta mjög merkileg stúdía að skoða þetta, þessi viðhorf stjórnenda. Mín allavega tilgáta og tilfinningar svo að þetta sé blandað tvennu. Að það hafi verið ofmat á samkeppnishæfninni og þessum þáttum á árunum hérna fyrir hrun. Það var bara ekki innistæða fyrir því og svo kom í ljós að kannski hlutin voru ekki eins góðir. En það að viðhorf stjórnenda hefur eiginlega lítið farið upp á við síðan 2010 þrátt fyrir að við séum í miklu betri stöðu og við séum þó við séum að detta niður samkeppnishæfni þá vil ég meina að Ísland standi bara mörguleiti mjög vel og við séum með mikla möguleika vegna þessu stöndum vel til þess að leysa þau vandamál sem við þurfum að leysa og vegna þess að mat þeirra hefur breyst svona lítið þá spyr maður sig hvort það sé kannski einhver svona eimi svolítið af þessu svaka áfalli sem varð hérna fyrir 10 árum síðan að það séu jafnvel bara mögulega stjórnendur sjálfir og við þá öll að vanmeta samkeppnishæfni Íslands og hvernig hlutin í raun og veru eru. Það kemur mig kannski ekkert sérstaklega óvart að fólk sé aðeins með meira varan á og maður finnur það almennt í stjórnmálaumræðu að það þorir ekki að trúa því hvað gengur vel og það hefur svolítið endurspeglast í síðustu ár og sérstaklega í þessum svona pólitíska óstöðuleika sem hefur auðvitað verið að fólk trúir því ekki alveg hvað að ganga vel. Auðvitað eru rosalega margar áskoranir en við verðum að horfa á Ísland sem land tækifæranna og búa hér hnútana þannig að fólk vilji setja sér að og við erum að halda fleiri Íslendingum hér og fá ungt fólk aftur til landsins eftir að það hefur mentað sig erlendi sem auðvitað gríðarlega dýrmætt og við verðum einhvern veginn held ég aðeins að fara að trúa því og hafa meira sjálfstraust á því hvað Ísland hefur fram að bjóða og einmitt hugsa lengra þora að setja ekki bara næstu 4 ár eða næstu 2 ár í framtíðar hugsunum okkar þegar við erum að skipuleggja hér hvort sem það varðar menntun eða atvinnulífið eða alla þessar hluti sem tengjast þessu sem við erum að ræða hér í dag. Við þurfum að þora að horfa til svona 10 og jafnvel 30 ára þegar við erum að setja svona stóran grunn. Ég held að íslenski stjórnendur áttast að það eru blikur á lofti. Það er bara hagvöxtur núna í 7 ár. Og vinstristjórnin lyfti nú grettistakinn eftir hrunið, það önnur saga. Nú gert ráð fyrir 5 ára hagvexti í viðbót. Það hefur aldrei gerst í sögu Íslands að þessi 13 ár að samfleytur hagvöxtur. Venjulegur hagvaxtarskeið 3-5 ár. Þannig ég held íslenski stjórnvöldur sé kannski með það í huga þegar þeir eru að vera svartsýnni. Þið vitum allt sem fyrir upp kemur niður. Sagan endurtekur sig. Þetta alltaf svona 7 ára sveiflur. Það kemur sem bara fram í Biblíunni. 7 góð ár og 7 slæm ár. Þannig að við þurfum að vera svolítið undirbúin fyrir niðursveifluna því hún kemur alltaf. Og ég held að það endurspegli svolítið í það að við höfum aldrei verið jafn tilbúin fyrir niðursveiflur af því að það eru allir með hrunið í svo fersku minni sem að sést á til dæmis í stjórnarkönnunni og það kannski málið líka þá túlkað þannig að erum við þá ekki bara bjartsýn á að ef það kemur niðursveifla og gengur illa þá séum við bara þokkalega stakk í búin
til þess að bregðast við. Við erum allavega í mjög góðri æfingu við það. Ég held að þetta sé sambland af í rauninu öllu sem þau eru búin að segja hérna. Ég held að þetta sé líka bara, stjórnendur eru ekkert, þeir endurspegla líka bara mannlífið og bara manneskjuna og við vitum það alveg að það hefur ennþá, það er einn faktorinn sem ég segi alltaf, þetta varð samfélagslegt hrun hérna og nú eru 10 ár síðan og við erum svona að ná okkur eftir það þrátt fyrir að efnahagslega umhverfið hafi náð sér fyrir á stað. Þá held ég að þessi andlegi þáttur hafi spil inn í og þetta er samblandað eins og þú segir. Það sem fer niður kemur upp og við vitum þetta og svo eða öfugt upp og fer niður. Það var eiginlega þannig. Eru það ekki bara nokkuð tilvalin og góð lokaorð? Takk ykkur kærlega fyrir komuna og að ræða þessi mál við okkur. Takk fyrir.